taka á dagskrá kosningu í mannréttindaráð. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja taka það mál inn með afbrigðum og dagskrárgerðarmerki. Einhver á móti, það telst samþykkt. Þá er lagt til að Magnús S. Sigurbjörnsson taki sæti Magnúsar Þórs Gylfasonar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa verki. Það telst samþykkt samhljóma. Við förum í 5. dagskrárlið og leggjum frá fundargerðir borgarráðs frá 17. október, fundargerðir borgarráðs frá 31. október og við þurfum að bera upp 5. lið sem er breyting á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2021-2024. Þá fyrirgefðu 15. lið, já. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það er dálítið gaman að tala svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins hér. Ég held að það hafi ekki verið gert áður. Og ég veit ekki alveg hversu meðvitaðir hérna borgarfulltrúar eru svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Ég ætla að leyfa forseta að lesa úrdrátt úr skilgreiningu því hvað svæðisskipulag er. Svæðisskipulag er skipulagsáætlun sem tekur til 2 eða fleiri samliggjandi sveitarfélaga sem mynda landfræðilega, hagræna eða félagslega heild. Í svæðisskipulagi er sett fram stefna viðkomandi sveitarfélaga sameiginlega hagsmuni, svo sem byggðaþróun, samgöngur og annað sem við getur átt. Svæðisskipulagi er rétthærra aðalskipulagi sveitarfélaga en samræmi verður að vera á milli gildandi skipulagsáætlana innan sama svæðis. Skylt er að hafa svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæðið og á það að ná yfir öll sveitarfélög innan vébanda SSH. Heimilt er að bjóða nágrannssveitarfélögum aðild að svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Viðkomandi sveitarstjórnir sem að svæðisskipulagi standa skulu koma á fót sérstakri svæðisskipulagsnefnd sem annast vinnslu, kynningu og afgreiðslu svæðisskipulagsins undir yfirstjórn hlutaðeigandi sveitarstjórna. Svæðisskipulag er háð samþykki allra þeirra sveitarfélaga sem að því standa. Og að loknum hverjum sveitarstjórnarkosningum metur svæðisskipulagsnefnd hvort ástæða sé til að endurskoða svæðisskipulagið. Það er í gildi svæðisskipulag frá því 2001 og það er áhugavert plagg að kynna sér. Það var mikil vinna lögð í það á sínum tíma og það má segja að markmið þess svæðisskipulags standi mjög vel. Og hugsun og inntak eru mjög skýr og hafa staðist mjög vel tímans tönn. Hins vegar þá fylgdu því kortagrunnar og töflur varðandi uppbyggingu sem hafa staðist tíman verr og leiddu til ótal breytinga á góðærinu, til aukningar byggðar í flestum sveitarfélögum. Og má segja að það hafi auðvitað farið úr böndunum. Það sem markmiðin voru raunverulega að miklu leyti lögð til hliðar og áherslan var á að auka byggð í sveitarfélögunum og þenja út byggð með nýjum hverfum. Það er í vinnslu núna endurgerð þessa svæðisskipulags sem er á byrjunarstigi og vonandi náum við að tala það eftir áramót hér. En það má eins og að segja að með nýju endurskoðuðu aðalskipulag Reykjavíkur sé loksins komið skýrt samræmi á milli markmiða gildandi svæðisskipulags og framkvæmdar skipulagsins. Það hins vegar fór í gang þegar aðalskipulag bæði Reykjavíkur og Kópavogs voru gerð og var farið að vinna þau í kynningu að breytingar þurfti að gera á svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Þær eru nokkrar, þær eru alls 15 og ég ætla nú ekki að lengja fundi með því að telja allar upp en það má nefna að það verið að falla frá landfyllingum hérna við Örfirisey. Það er verið
falla frá stórskipahöfn í Gufunes, Geldinganesi, falla frá landfyllingum í Elliðavog, falla frá Ósabraut sem hafa tengibraut. Það er verið að minnka uppbyggingu í Úlfarsárdal. Það er verið að stækka atvinnusvæði í Esjummelum. Það er verið að tryggja vatnsvernd á Þrínhúkasvæðinu og það er nokkuð mikið fjallað um vatnsvernd í þessu endurskoðun á þessu aðalskipulagi. Það er verið að skilgreina græna trefilinn betur sem við Esjurætur og það er verið að fara yfir breytingar á byggingarmagni á einstökum byggðarsvæðum. Vinnan var þannig að það var svæðaskipulagsnefndin vísaði athugasemdum sem komu eftir auglýsingu á þessu svæðaskipulagi sem var auglýst samhliða aðalskipulögum Reykjavíkur og Kópavogs til fagráðs þar sem sitja æðstu embættismenn sveitarfélaga í skipulagsmálum og þeir skiluðu umsögn þar sem og niðurstöðum þar sem í stuttu máli var komið til móts við flest allar athugasemdir og það sem ekki var hægt að koma til móts við á þessu stigi var vísað inn í heildarendurskoðun svæðaskipulagsins sem eins og ég sagði er hafin og til að nefna það sem var vísað raunverulega áfram inn í heildarendurskoðun er verndun Hólmsár og vatnasviðs hennar, frekari afmörkun græna trefilsins, sérstök samgönguáætlun fyrir Bláfjallasvæðið vegna grunnvatnshagsmuna og einnig að meta samlegðaráhrif allra landnotkunar á vatnsverndarsvæðunum og að lokum má nefna móta stefnu flokkun stofnbrauta á höfuðborgarsvæðinu og hvernig ber að tryggja afkastagetu og umferðaröryggi. Svæðaskipulagsnefndin samþykkti á fundi sínum 19. apríl, ég kannski var ekki búinn að segja það en við sitjum tveir frá Reykjavík í svæðaskipulagsnefndinni, ég sem formaður og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson og síðan eru tveir frá hverju sveitarfélagi sig, þannig að þetta er stór og mikil nefnd. Það er ferlið frá auglýsingu sem lauk samhliða auglýsingu aðalskipulags, eins og sagt var, er að leita þarf samþykki sveitarfélagana allra sveitarfélagana við að samþykkja auglýsta breytingartillögur við svæðaskipulagið og í kjölfarið verða það sendar til umsagnar skipulagsstofnunar og það er því lokið og hún sendi umsögn sína tilbaka 25. júní og hún var auglýst með breytingartillögunum sem sagt. Niðurstöður fagráðsins, já það voru náttúrulega kannski það sem var einn erfiðast að ná lendingu í svæðaskipulagsnefndinni var framtíð sorpurðunarsvæðisins og það hefur komist samningur það og lending með Mosfellsbæ framtíð þess. Þrínhúkagígar voru líka mikið ræddir. Það er mikill áhugi á uppbyggingu en eru á viðkvæmu vatnsverndarsvæði og var ákveðið að bíða með framkvæmdir þar þangað til að farið hefur fram ásættanlegt mat með tilliti til grunnvatns og vatnsbóla. Svæðaskipulagsnefndin samþykkti síðan núna í október að leggja tillöguna fyrir hlutaðeigandi sveitarstjórnir til samþykktar og það er það sem við erum raunverulega að gera hér og umsögn umhverfis- og skipulagssviðs var eftirfarandi með leyfi forseta. Framleiða breytingartillögu svæðaskipulagsnefndar breytingar á svæðaskipulagstillögu að lokinni auglýsingu samræmist tillögu að nýju aðalskipulag Reykjavíkur sem nú er til afgreiðslu. Mælt er með að Reykjavíkurborg samþykki fyrirliggjandi svæðaskipulagsbreytingar samkvæmt 25. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 9. grein laga umhverfismat áætlana
nr. 105/2006 með þeim lagfæringum sem svæðaskipulagsnefndin leggur til. Legg til að þetta verði samþykkt í borgarstjórn. Þá er borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil koma upp og sem einn af þeim sem að þátt hafa tekið í að gerð svæðisskipulagsins og unnið í svæðisskipulagsnefndinni. Ekki síst til þess að þakka bara fyrir það góða samstarf sem að þar hefur verið. Þakka fyrir alla þá miklu yfirferð sem að þetta svæðisskipulag hefur kallað á og mjög vandaða greinargerð og vandaða vinnu að öllu leyti. Þannig að bara mæli með því við borgarfulltrúa og alla þá aðra sem að áhuga hafa á skipulagsmálum að renna yfir þessa greinargerð. Hún er ítarleg og hún lýsir mjög vel ekki bara þeirri stefnu sem verið að taka í aðalskipulagi Reykjavíkur heldur líka stefnu annarra sveitarfélaga. Þarna er lýst ákveðnum grundvallaratriðum við aðalskipulagsgerðina varðandi til dæmis þéttingu byggðar og byggðarþróun og svo framvegis og allt er þetta hluti af svæðisskipulaginu. Ég hef haft áhyggjur af því og ég hef lýst því áður hér að ég held að svæðisskipulag er verið að breyta núna á sama tíma og það er verið að endurskoða það. Svæðisskipulagið er í endurskoðun og það verður í endurskoðun núna væntanlega í 1 til 2 ár í viðbót, kannski nær 2 árum frekar en 1 og það væri auðvitað æskilegast að svæðisskipulag yrði klára fyrst og síðan yrði gert aðalskipulag sem tæki mið af þeirri heildarstefnu sem svæðisskipulag setur. En það er ekki bara staðan hér í Reykjavík, heldur er jafnframt verið að gera aðalskipulagsáætlanir fyrir í Kópavogi, í Mosfellsbæ og í Hafnarfirði og mér skilst að það sé einnig byrjað í Garðabæ. Þannig að það má eiginlega segja það að svæðisskipulagsvinna svona hver í sínu horni sé hafin og kannski langt komin í sumum tilfellum eiginlega bara á endastöðun. Ég held að Kópavogur sé til dæmis við það að ljúka sínu eða kannski bara þegar búin að því. Og það auðvitað ýtir bara undir það ástand sem að verið hefur á undanförnum árum að það er svona hver að vinna í sína áttina og hver að vinna eftir sínum áætlunum uppbyggingu og það skapar auðvitað í sumum tilfellum óheppilega samkeppni eða óheppileg vinnubrögð skulum við segja frekar af hálfu sveitarfélagana. En auðvitað væri æskilegast að slíkar áætlanir væru gerðar heildrænt og ættu við allt höfuðborgarsvæðið. Það er auðvitað verið að gera það með þessu svæðisskipulagi, en það er auðvitað gert svona heldur eftir á. Þetta er vonandi svona sú vinna sem að mun taka breytingum þegar að framlíða stundir, því að ég held að flestir sjáu það nú sem að hafa verið að skoða það hvernig uppbygging hefur verið á höfuðborgarsvæðinu á undanförnum árum, að það hefði nú verið betra að tekið hefði verið í taumana að minnstakosti á sumum svæðum áður en að milljarðar voru settir í það að undirbúa uppbyggingu á svæðum með allri þeirri grunnþjónustu og þeim aðstæðum öllum sem að þarf að setja upp í hverfi áður en að farið er af stað. Nú grundvallar stefi skulum við segja í þessu svæðisskipulagi er auðvitað sjálfbærni byggðar og þétting byggðar og það er sérstaklega upptalið svona þeir helstu kostir af þéttingu byggðar á blaðsíðu 29 í þessari greinargerð og mér finnst það gott að það sé farið yfir það með þessum hætti og auðvitað er ég sammálað því að þétting byggðar hefur marga kosti umfram það að dreifa byggð án þess að það sé einhver hömlur á því og það er tekið þarna saman. Ég hins vegar hef nokkuð svona fyrirvara á því að verið sé að taka einhverja borgir út í heimi, held í 3 aðrar heldur en Reykjavíkurborg, sem að líkjast svona þeim aðstæðum sem hér eru með mjög takmörkuðu leyti. Þarna séu taldar til borgir eins og Houston í Texas, Kaupmannahöfn og Oslo og hugsanlega eitthvað meira og maður velti fyrir sér hver tilgangurinn með slík og það er óþarfi. En það svo sem dregur ekki úr ágæti þessara tillögu svona hvað varðar faglegan undirbúning og framsetningu alla saman. Og það tillögur sem að formaður skipulagsráðs og formaður svæðisskipulagsnefndar var hér að svona rétt að tipla á, eru þetta tillögur sem að
að mér líst flestar mjög vel á, eins og auðvitað til dæmis þær sem að þar eru og snúa landfyllingum. Það verið að taka út landfyllingar eins og við þekkjum að voru fyrirhugaðar á ánaraustum, eða ekki fyrirhugaðar, heldur skulum við segja að það var opnað fyrir þann möguleika með aðalskipulagi og svæðisskipulagi. Og það er sama má segja uppbyggingu í Geldinganesi, þar sem að núverandi aðalskipulag og svæðisskipulag gerir ráð fyrir bæði landfyllingum í Gufunesi og við Geldinganes og síðan uppbyggingu þar og því breytt hérna í þessu svæðisskipulagi. En áfram þó, sem ég finnst gott að sjá, gert ráð fyrir því að Álfsnes byggist upp. En þetta nú svona að svæðisskipulagi auðvitað svona svolítið að elta þessa aðalskipulagstillögur og nú auðvitað geta orðið einhverjar breytingar. Það hafa orðið breytingar sem að við þekkjum öll með því samkomulagi sem samþykkt var í borgarráði endanlega og skrifað var undir af innanríkisráðherra, forsætisráðherra, borgarstjóra, forstjóra Icelandair og hugsanlega formanni borgarráðs, ekki svo? Nei, það einhver sem að gefa til kynna að svo hafi ekki verið. En engu að síður var þetta samkomulag undirritað og það mun auðvitað svona gefa aukið svigrúm til þess að fara betur yfir þessu mál og ég held að flestir, ef ekki allir, eru sammála því að það af hinu góða. Nú, það sem sagt þá ennþá nokkuð í það að við getum klárað aðalskipulagi. Ég reikna með að það breytingar og svona ytra umhverfi leiði til þess að við þurfum eitthvað að fara betur yfir það og við höfum svona verið að skoða þetta í okkar hópi, svæðisskipulagið og fara yfir þær tillögur sem þarna eru og við höfum ákveðið það okkar á milli að það var hjásetu í þessu máli og síðan kemur aðalskipulagið inn og við munum þá fara betur yfir það. Við höfum svona í okkar hópi sumhver miklar efasemdir ákveðna þætti í því eins og menn þekkja og það verður þá bara komið ljós hvernig hvort að það tekur breytingum eða hvernig það verður síðan afgreitt þegar þar að kemur. Ég vil bara ítreka þakkir til þeirra sem að starfað hafa í svæðisskipulagsnefndinni og hafa gefið sér góðan tíma til að fara yfir þetta, lagt mjög margt gott til og reynt að vinna þessu máli framgang svona eins og kostur og á sem skemmstum tíma því að þetta yfirleitt mjög tímafrek vinna og það auðvitað vegna þess að þetta mjög viðamikið. Í þessu einnig eru ákveðin svona grunngögn sem að vert að benda á eins og til dæmis með þeim gögnum sem að senda út núna eru umferðarlíkönin sem að ná fram í tíman en þó þetta auðvitað miðað við 2024 en ekki 2030 eins og þau umferðarlíkön sem við höfum verið að skoða eru miðuð við vegna aðalskipulagstímabilsins en þetta tímabil svæðisskipulagsins heldur styttra og það auðvitað svona líka svona smá vinkill á þessu sem að gerir þetta mál svona heldur torveldara heldur en maður hefði viljað sjá það vera en ekki það að það sé ekki hægt að vinna með það engu að síður og svo fáum við vonandi nýtt aðalskipulag innan skamms, svæðisskipulag myndi ég segja sem að horfir þá lengra fram í tíman og þau gögn sem að fylgja því. En sem sagt bara kæra þakkir til þeirra sem unni að þessu fyrir þessa góðu vinnu. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu og þá ekki fleiri á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við berum upp 15. lið borgarráðs frá því 31. október sem breyting á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-2024. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Einhver á móti? Það er samþykkt með 10 atkvæðum gegn 5 hjásetum. Þessum dagskrárlið þá lokið.